Já, verið velkomin áttin góðir og verið velkomin í KA TV. Hér að fara að hefjast leikur í Ólisteild kvenna. KA Þór gegn HK. Fáum vonandi hörkuleik. Fyrsti heimaleikur KA Þórs í rúman mánuð. Búið að vera útileikir í gangi, bikarkeppnin og Evrópukeppni og í hvað og hvað. Stelpurnar búið að vera gjörsamlega frábærar. Fóru áfram í Evrópukeppninni eftir sigur á liði Istanbul frá Kosovo. Báðir leiknir í Kosovo. Svo alltaf hönduðu þær bikarmeistaratitlinum til frábæran sigur þar að Ásvöllum. Og ætla sig klálega 2 stig hérna en HK-liðið er virkilega vel spilandi og skemmtilegt lið. Og ég reikna með því að við fáum hörkuleikirna. HK-liðið hefur átt nokkra virkilega flottar frammistöður og stigin gæti alveg verið fleiri hjá þeim. Já, Ágúst Stefánsson heiti ég, verð með ykkur hérna í dag og með aðstoðar er Stefán Jóhannsson sér tölfræðina. En þetta svona fer að hefjast hjá okkur. Stundist því að liðin komið sér inn á völlin. Sem sé, Ólisteild kvenna gjörsamlega frábæri fyrra og virðist að það var að vera ennþá jafnari og skemmtilegri í ár. KA Þór tapaði að vísu gegn Fram í síðustu umferð sem að Framarar náðu frá hendum. KA Þór búið að leika framliðið í grátt í síðustu viðurnum og var svo sem í góðri stöðu lengi vel, en Framarar reyndust sterkari þegar mest reyndi á og unnu mikilvægan sigur sem að fleytti þeim á toppinn. Fram mist af 1 stigi til þessa, KA Þór 2, þannig að sigri eru við aðeins stigi og eftir toppliði Fram. En já, eins og ég segi, þetta verður vonandi hörkuleikur. Þetta eru líka lið sem að hafa verið jafn stíga undanfarin ár. Börðust á svipuðum tíma í grilldeildinni og svo búin að vera virkilega flott viðbót við Ólisteildina. Bestu liðin leika. Þetta er að fara af stað hérna hjá okkur. Já, sjáum hérna lið gestana. Í markinu þar Ingibjörg Gróa Guðmundsdóttir og Margrét Ýr Björnsdóttir. Útileikmenn Berglind Þorsteinsdóttir, Þóra María Sigurjónsdóttir, Guðrún Erla Bjarnadóttir, Karin Kristinsdóttir, Embla Steindórsdóttir, Sóley Ívarsdóttir, Sara Katrín Gunnarsdóttir, Anita Eik Jónsdóttir, Tinna Björgvinsdóttir, Inga Dís Jóhannsdóttir, Jóhanna Margrét Sigurðardóttir, Alexandra Líf Arnarsdóttir, Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir og Elna Ólöf Guðjónsdóttir. Og þjálfari HK er svo sjálfsögðu Halldór Harri Kristjánsson. Virkilega spennandi lið sem að HK yfir á að skipa og alveg ljóst að Íslands bikar og deildarmeistararnir í KA Þór þurfa að hafa heldur betur fyrir því að sækja stigin 2 hér í dag. Já. Við erum að kynna heimaliðið, sjáum hérna Við sjáum þetta í markinu Matea Lónats og á bekknum Sunna Guðrún Pétursdóttir, 3 Aldís Ásta Heimisdóttir, spilaði sinni fyrstu landsleikinn daginn. Númer 5 Anna María Jónsdóttir, númer 6 Thelma Lísa Elmarsdóttir, númer 8 fyrir því sjálfur Marta Hermannsdóttir og númer 9 Arna Valgerður Ellingsdóttir. Arna mætti aftur í hópinn og 11 Kristín A.
Jóhannsdóttir og 13 Anna Þyrí, 15 Sólveig Lára og svo nummer 17 Unnur Ómarsdóttir, nummer 18 Rakel Sara Elvarsdóttir, 21 Hulda Bryndís Tryggvadóttir, 22 Ásdís Guðmundsdóttir, með 25 Rut Arnbjörg Jónsdóttir og 27 er Hildur Lilja Jónsdóttir. Já, og Andri Snær Stefánsson að sjálfsögðu þjálfari liðsins. Þetta er að fara á staðina hjá okkur. Allt að verða klárt hér í KM-milinu. Já, eins og segi að varla landsliðspása á dögunum þar sem að það er Unnur og Rut og Aldís Ásta léku fyrir hönd KA Þórs í landsliðinu. Ásdís Guðmunds var einnig í æfingahópnum en kom ekki við sögu í þessu verkefni, en algjörlega frábært. Það séu 4 fulltrúar frá okkar frábæra liði í kringum landsliðið. Og svo alltaf erum við með þær Sunnu Guðrúnu og Rakel Söru Elvarsdóttur í B-landsliðinu. Frábært að B-landsliðið sé farið aftur á stað. Og þetta er bara spennandi landsliðsverkefni áfram framundan hjá okkar stelpum. Og vera frábær uppbygging hjá okkur hér fyrir norðan í kvennastarfinu sem að allir hafi tekið eftir. Þetta eru langmestu leyti uppaldastelpur hér í KA Þór sem eru að fara fyrir liðinu sem er Íslandsmeistari, deildarmeistari og bikarmeistari. Já, við býðum aðeins að þetta verði klárt hérna, við getum hafið leik. Dómar í dag þeir Jón Karl Björnsson og Ómar Örn Jónsson. Já, þá er leikurinn hafinn. Og KA Þór í sinna hefðbundnu uppstillingu. Unnur Ómarsdóttir í vinstra horninu, Aldís Ásta í vinstri skyttunni. Hulda Bryndís á miðjunni, Rut Jónsdóttir í hægri skyttu, Rakel Sara hægri horninu og Ásdís Guðmundsdóttir á línunni. Skipta Hulda og Aldís skorar miðjuna, frábær hreyfing hjá Huldu, Hulda prjónar sig í gegn og skorar, prjónar kornar sjálf. Það hefur við séð svo oft áður, frábær gegnumbrottsmaður, hún Hulda Bryndís. Boltinn er í horni, þetta er vel spilað og þetta er víti, það er ekki nokkuð spurning, Unnur fer hérna algjörlega af óþörfu og þetta er nokkuð spurning guldspjald á Unni og fyrsta vítakastið raunin. Það var vel spilað á Tinna Sól í horninu, hérna á línunni á vítapunktinum Jóhanna Margrét, hún jafnar netinn 1-1. Efnileg stelpa sem stendur fyrir sínu á punktinum. Já, þú skiptaði Hulda og Aldís, Hulda með hreyfinguna og ágætis tempo í þessu. Og byrja upp á nýtt. Og Aldísi, en já, gaman að sjá Rut er náttúrulega uppalinn í HK. Það er Rut Jónsdóttir, spilar þetta gegn sínu uppeldisliði. Það fór ansi ung í atvinnumennsku til Danmerkur. Þetta er frábælega gert, Aldís Ásta hvergi banginn, sér þetta smá smugum með 1 og 2, keyrir á þetta, sækir vítakastið og reynslu boltinn Marta Hermannsdóttir á punktinn. Fyrirliðin gríðarlega örugg á punktinum, en þetta var frábæra varsla hjá Margréti Ýr Björnsdóttur.
Margrét Ýr með varið víti frá Mörtu. Það ekki oft sem að sér einhver ná að klukki í boltarana Mörtu, en vel gett hjá henni. Og HK í séns á að taka fórustina. Frábær hreyfing hérna og Valgerður Ýr keyrir hérna hjarta varnarinnar, kemst gegn og skorar. Brotið á Aldísi. Frábær vörn hjá HK-liðinu. Það fasta fyrir. HK að byrja þetta vel. Aldís með pláss, en frábær varnarleikur hérna hjá Alexander Líf og gult spjald hérna á hana Elnu Ólöfu. Komandi hjálpa vörnina og uppsker gult spjald. Nú eru gulspjöldin komin. Ja. Aldísi, já, að miklu harðfylgi setur hennar bolt í netið. Hún svo mögnuð grjóthörð. Aldís Ásta skorar hérna jafnamiðinni 2-2. HK að kýra upp hraðan. Reyna að taka hraða miðjur hérna. En stelpunnar agar og ná að loka. Og HK þarf að stilla upp í sinn hefðbundna sóknarleik. Það kemur innleysingin hérna frá henni Elnu og endar þetta. Þetta hörku skot hérna, gjörsan út í stöng frá Valgerði. Já, þetta gerði hún vel. Var þetta með mikið pláss á miðjunni, ákveður að vaða af gólfinu út í stöng og Mattea Lónarts átti ekki möguleika þetta. HK 3, KF 2, þetta fer vel á stað. Eins og við reiknum með tvö lið sem eru þekkt fyrir hörku varnarleik. Og ekkert dæmt hérna, vinna boltan. Og slök sending frá Elnu þarna á Berglind. Nær honum ekki. Það sleppur með skrekkinn. Þetta var hansi klaufalegt að bóa hana. Og svo endan í brotið á Huldbryndísi. Við náðum kannski aðeins að anda og stilla upp aftur. Þessi gegn svona sterku varnarlið eins og HK með, þá bara megum við ekki taka einhverja svona 50-50 sendingar. Það bara komast inn í þær og refsa. Aldís á Rut í gegn og sækir vítakastið. Þetta gerir hún frábælega. Það að mæta henni svolítið framalega. En leið og hún fær smá pláss þá refsar hún. Og Marta Hermannsdóttir aftur á punktinn. Hyggur á hendir hérna gegn Margréti. Og þetta gerur hún frábælega. Aldrei spurning hérna. Marta Hermannsdóttir býtur frá sér. Tannlæknirinn sjálfur. Jafnarnir 3-3. Finna línuna, þetta gera það frábælega og Elna Ólöf af línunni. Ekki mikið pláss að það náða að tróða boltanum inn á hana. Rut inn á línuna, þetta ég veit bara vítakast, ekki nokkur spurning. Rut finnur Önnu Þyri og Anna Þyri verður rænd marktakifærinu og vítakasti niðurstöðan. Marta trítlar inn á völlinn. Og enn það Margrét sem stendur í vegi fyrir henni. Stöngin inn, þetta var samfærandi. Já. Og áfram jafnt, 4-4. Frábær leikur sem við fáum hérna og þetta verður bara svona í allar 60 mínúturnar.
Hornið, frábær hreyfing hérna og í Kljósi geta skorar. Já. Tinna gerði vel. Og slögsending frá Rut þarna út. En já, Tinna, þetta gerir hún vel í horninu. Rykti hann tilbaka og skapaði sér færið. Og HK getur náð 2 marka forystu. Nei, Mattea Lónas ver, laus bolti, frábært að fá Mattea í gang. Slögsending frá Aldís, þetta er lesið og já, Berglind kemur HK í 2 marka forystu 6-4. Aldís áttaði sig ekki á því þarna lúrðir Berglind og hún refsar. Aldís á Rut. Þessi áfram frábært á HK en þetta skot frá Huldu beint í andlitið á Margréti. Vonandi sé í lagi með hana. Galopnaðist hjarta varnarinnar. En Hulda skautaði hann á fyrsta tempói og ég sá ekki að Margréti var búin að taka skrifið til liðar. En vel varið hjá Margréti og hún harkar þetta af sér, það er gott. 9 mínútur rétt rúmar liðnar og HK er einfaldlega sterkari hér í upphafi en það er nóg eftir að þessu. Þetta er skref, ekki nokkuð spurning og þær eru fljótið tilbaka, komin í setjubygginni. Hulda, milli 1 og 2 og skorar, Hanna fann hún leiðina frá Margréti. Já. 6-5. Já, með höfðu aðeins húttir hana, búin að bíða svolítið eftir marki. Og þetta er flott. Þessi HK er að reyna að sprengja tempóið upp hérna. En við erum bara einfaldlega að fljóta tilbaka. Við þurfum að gera það hér í dag. Við þurfum að sýna það og sanna. Við séum besta lið landsins. Flott vörn hjá Aldísi og Rut þar til aðstoðar. Já. Línuna, frábær vörn hjá Rut en þetta er virkilega vel gert hjá henni Alessandru að losa boltan og Valgerður er að skora sitt 3. mark. Og HK 2 mörkum yfir áfram. Ég er mjög hrifinn af HK-liðinu. Þetta er lið sem að spila einfallega bara hörku varnarleik og sóknarleikurinn er agaður og láta boltan bara ganga og finna endanum við alltaf ágætis færi eftir fína stimplun. Bara klassa pjúra handbolti. Höndin mun upp núna. Við erum bara full lengi að þessu. Aldís á Rut, nei, stólinn bolti. Og bara endar þetta. En við erum fljótið tilbaka, við náum að loka. En já, við erum ekki alveg búin að finna taktinn til þessa. Ásdís nær ekki skiptingunni en hún þarf að vera í bakverðinum. Mikilvægt að fá ekki á sig mark núna. Missi ekki HK-liðið Ólaf fram á sér. Fín hreyfing þarna og Ásdís var á full miklum keyrslu þarna. Þannig að Þóra labba bara fram hjá henni. Þóra
Þetta myndi að vera 2 mynda brottisinn, algjörlega glórulaust brot þarna. Ítti þarna hressilega á bakið á Ásdísi og Alexandra Líf fær að hvíla í 2 mínútur. Ég er ekki mikið greinlegri brottisinn heldur en þetta. En já, eins og ég segi, KA Þór ekki alveg búið að finna sinn venjulega takt. En er hún að manni fleiri í 2 mínútur og þurfum að nýta það vel, koma okkur aftur inn í þetta. Aldís lendir hérna í hrömmu, en það er að losa boltan, vel gert og þetta er að tala vítakast, frábærlega gert. Skiptir svo miklu máli að halda boltanum á floti, sérstaklega manni fleiri. Boltinn á Rakel Söru í horninu og Rakel Söru fær vítaði. Þetta er gaman að sjá. Marta enn og aftur á vítapunktinn, 4. vítið. Og vippar, kostulega gert hjá Mörtu Hermannsdóttur. Og kemur með 7. markið. 3. mark Mörtu öll á vítapunktinum. Klikkaði fyrsta en við bara vitum það, hún er svo örugg að auðvitað héldu við 3. Mörtu á punktinum. Hún skora hann að 3 í röð. Nú þurfum við að halda fókus. HK ekki með aukamannsókninni, missa boltan þetta annað fyrir í stilu boltanum. Hulda Bryndís, einhverja með henni, Aldís Ásta, losar hann hérna á Rakel Söru, þetta er alveg vítakast. Frábærlega gert. Rakel vildi meira aldrei bara vítið, hún vildi fá brottisinn líka, en nei, ég held að það sé bara fínt. Þetta var virkilega vel gert, annað fyrir í starfboltanum og við vorum agaðar hérna, fengum endanum fínt færi hérna á Rakel Söru og Marta svo á vítamótinum, Margrét í boltanum, en það þarf meira til. Þetta flottur kafli, manni fleiri, 2 mörk. Gæt engu, en HK að fá fullskipalið núna, 7-8 til nákvæmlega sem þurftum. Þetta er að sjálfsögðu aukast. Sara Katrín heitir það fyrir sér. Og aftur stiluðu boltanum við Aldís Ásta, kemur hann á Rakel Söru. Rakel Sara í gegn og hérna var Margrét full fljót að velja horn og Rakel Sara skorar léttilega þarna. 8-8, 3 marka kafli á KA Þór. Þetta er allt annað. Nú erum við farin að refsa. Að gera, reyna að keyra eins og hraðan. Við erum líka með hörkulið í hörkustandi. Já, smá brast núna hjá gestunum. Þetta er að sjálfsögðu fríkasti, brotið þarna á henni Jóhönnu Margréti. En þær eru fattan að hafa töluvert meira fyrir þessu, vörnin orðið ennþá betri hjá okkur. Alveg spurning að styttist í höndina. Þetta er aðeins meira í óttanir hérna. Fótur á önnu fyrir við að stela boltanum, gekk ekki. Og varði hjá Matteu Lónats, að sjálfsögðu Mattea. Rakel Sara reynir að finna önnu fyrir á línunni, gengur ekki og hvar endar þetta? Þetta er en skref hérna á HK og Háróu bara. Finnum taktina ný. Já. Þetta er eins og segi allt annað sjá til okkar liðs. 8-8, 3 mörk í röð og getur hérna náð fórustinni. HK búið að vera með yfirhundina hér framan af. Unnur á Aldísi og Aldís enn og aftur komaður á fleygiferð á mætinni. Ansi öflug hérna í hjarta varnarinn hún Berglind. Aldís upp, skot í stöngina og út. Já, ágætis
skotfæri en skotið eins og í stöngina. Fín færsla hérna og Rakel er að klóra í boltan. Og aftur ver Mattea frá henni Jóhannu. Já, Jóhann að taka skarið en Mattea einfaldlega að sjá við henni akkurat núna. Kemur Aldís með þetta skot, Margrét ekki vandrað með þetta. Og enn hún Jóhanna Margrét að keyra á þetta en vörnin hins vegar bara allt önnur hjá okkur núna en það HK ekki búið að skora. Ég verið 6 mínútur í sem markað við okkur líka en ekki nærði af löng. Mikið brasand en tvígrip. Önnur þurft að taka hennar bolta. Rakel Sara í gegn og eiginlega hálf keyrir niður hérna. Það metið sem svo þetta sé einfallega bara löglegt brot, lögleg stöðvun. Rakel orðið einhverjum hjaski. Það ofta ekkert mikið til, þú ert að flegi ferða. Það ansi vont að fá höggið. En Rakel grjóthörð, trúi ekki að hún haldi áfram leik. Það hefur ekki verið þægilegt en Rakel Sara gjörsamlega mögnuð heldur áfram hérna. Og við höldum áfram leik hér. Áfram 8-8, bíðum enn til næsta marki. Rödd vinnur þetta mann og endar í horninu á Unni og Unnur. Nei, frábær varsla hjá Margréti. Las þarna skotundina hjá Unni. Þetta var flott færsla hjá okkur. Sá hvað þetta einfalt. Við erum hjá Rödd og boltinn losaður á réttum tíma og fengum dauða að fara í horninu. Gestin hér, frábær vörn hérna. Marta á hárröndum tímamótum með hjálpavörnina. Höndin uppi. Það afskaplega lítið að vera, kemur þetta skot af vörninni og svo beint í Þóri Tryggvason. Ljósmyndara, hann komið eitt varið skot. Það er að skjóta. Nei, og bara stila boltanum Aldís. Aldís keyrir fram hérna, setur hann á Rakel í gegn og Rakel setur hann á næstöngina og klárar þetta frábærlega. Já. Vel getur Aldísi, sá að hún þurfti að losa boltan hérna á samherjasinni Rakel Söru. Og K.A. Þór komið yfir 9-8. Rosalega erfiðu kafli á HK-liðinu, ekki búin að skora hana í 8 mínútur. Og K.A. Þór komið með forystina 4 mörk í röð. Það allt annað að sjá þetta en þá kemur þetta skot frá Berglindi. Hún nær að höggva á hnútinn. Það kom upp úr nákvæmlega engu en vel gert hjá Berglindi. Tekur á skarið og skorar og þá fær Rakel Sara aðeins að hvíla. Aðeins að huga að henni eftir þetta hnjass sem hún var fyrir áðan. Kemur Kristín Aðalheiður Jóhannsdóttir í hægra hornið og hann ætla vinstri hornamaður. Hann í öfugu horni. Það bara koma einhverju Hanna Guðrúnar stíl hjá henni. Marta á Aldís með skotið í slána og út af. Aldís ekki alveg með hettina með sér. Búin að skjóta bæði í stöngina og slá. Og
HK getur því náð fórustinu á ný. Við þurfum bara að halda áfram að spila okkar frábæru vörn. Við erum með fín svör við sóknarleik, að uppstilla sóknarleik HK. Sjáuði Mörtu Hermannsdóttur. Þetta gerir frábælega af harðfylgi og Valgeir, hún hlær nú bara að þessu. Það var skellt þarna í gólfið. Sjáuði Önnu Þyrí, gerir vel í bakverðinum. Það bara engar opnanir á þessari vörn. Kemur þetta skot af vörninni. Mattea Lónas krækir í boltan og boltan fyrst og út fyrir. 8 mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik og við þurfum að nýta okkur það að við séum einfallega búin að loka vörninni og hérna stelur Aldís Ásta boltanum og þá tekur Andri Snær leikhlé. Hann ætlar að fara aðeins yfir sóknarleikin hjá okkur. Ekki alveg búin að vera nægilega stöðugur en varnarleikur er gjörsamlega frábær undanförnu. Já, hérna sjáum við markaðastu leikmenn. Staðan 9-9, Marta Hermannsdóttir með 4 mörk. Ótrúlega örugg á punktinum. Svo er Rakel Sara og Hulda Bryndís Báð með 2 mörk, Aldís Ásta 1. Valgerður Ýr markaðast hjá gestunum með 3 mörk, Berglind Þorsteinsdóttir með 2 og Þóra María Tinnarsól og Jóhanna Margrét allar með 1 mark. En já, þetta er búið að vera áhugaverður leikur. HK byrjaði þetta bara miklu krafti, komst í 8-5. En þá kom þessi svakalegi kafli hjá okkur sem við fengum ekki á okkur mark í rúmar 8 mínútur, gerðum 4 mörk á saman tíma og komast yfir. En nú er varnarleikur HK aftur farin að segja til sín. Eins og ég sagði í fyrri útsendingunni, 2 liðir sem eru þekkt fyrir frábæran varnarleik og það er bara það sem við erum að sjá hérna. Næsti sénsinn kemur þegar við náum að, þegar bæði liðir ná að keyra upp hraðan. Seinni byrgjaði er bara pjúra hraðalöp. En Sólveig Lára Kristjánsdóttir mætt í vinstri hjá okkur núna. Komum með aðri sóknir. Galoppi hérna fyrir Rut og Rut klárar þetta frábærlega. Já, þetta var virkilega vel út af hjá okkur. Reyndu að komast inn í sendinguna Mörtu og fyrir vikið var allt galoppi í kjölfarið. Og KFH 10, HK 9. Hortnið gera það, þetta er virkilega vel gert og þetta er frábært að klára hjá henni Tinnu, Tinna Sól. Já, setur hann bara yfir Matti í markinu. Jafnarmetin 10-10, Rut. Byrnaði, Sólveig og opna hortnið og já, Ásdís Guðmundsdóttir, línumæðurinn í öfu og hortnið þar að segja líka. Það er ekki að nýta sér þetta, þetta er kannski ekki best að færa í heimi. Og þetta er einn skref hérna á hana Elnu. Þetta er bara hárrétt. Rut bara beið. Og því ekkert fríkast. Það var bara vel lesið hjá Ómari Erni dómara. 6 mínútur eftir að þessum fyrri hálfleik. Stál í stál. Þetta er frá Ásdísi. Upp og þetta steinliggur hjá henni, frábær bolti, frábær skipta á Sólveig Lára, stekkur þetta upp og gjörsamlega bombar þessi neti. Þetta margir hafi aldrei séð að bolta. Mjög gott að við séum með leikmann Sólveig Láru í okkar röðum.
öðruvísi ógn af henni heldur en svona byrjaði við leikinn hjá okkur. Þetta skoti stöngina, frákastið hjá Rut og Káa Þór getur núna náð 2 marka forystu. Það það fyrst skipti í leiknum sem við myndum leiða með 2 og brotið á Sólveigu. Martar í hornið en Kristín ekki að grípa boltann. Og reyna að keyra á þetta en það er ekki séns að fara fram á önnu fyrir. Gjörsamlega frábær í bakverðinum og þá tekur hann Halldór Harri leikhlé fyrir gestina. Hann segir, Káa Þór kom með smá yfirhöndina í þessu einvígi en þetta er auðvitað samt galopið en þessi 1 mark sem munar. 4,5 mínúta eftir af þessum fyrri hálfleik. Kíkjum betur við tölfræðina í hléinu. Já, búið að vera jafnt á langflestum tölum hérna í fyrri hálfleik. Hérna sjáum við síðustu mörkin. Eftir að Rakel Sara kom Káa Þór yfir í 9-8 og Berglind Þorsteinsdóttir sem jafnaði 9-9, Rut kom okkur í 10-9, þá var Tinna Sól jafnaði 10-10 og svo kom Sólveig Lára með sitt fyrsta mark og staða núna 11-10. Það er spurning hvaðan Halldór hefur fram að færa. Þessi búið að vera bras á sóknarleiknum hjá HK-liðinu eftir að vörnin fór að smella hjá okkur og þar fyrir aftan fór náttúrulega Mattea þá að ná að klukka í bolta. En þetta er eins og segi galopið, gjörsamlega galopinn leikur. Ja, þá höldum við áfram hérna. Skot, frábært skot þarna frá Jóhannu fram hjá hárninni og Mattea sér hann seint og næri ekki að verja þetta. Jafnir 11-11. Þetta og Rut ákveður að róa þetta og við byrjum stiflunina. Spurning hvað Marta ákveður hendi núna. Sólveig Lára hérna miðjuna, klippið við Rut ógnar, kemur hérna milli og skorar frábærlega og þar við hérna gett mikið Rut, gjörsamlega frábær handboltamaður og Rut komið með sitt annað mark. Það er ekki bara hún sé alltaf að skora, hún sé endilega flest mörkin í leikinum en hún er bara alltaf stöðug ógn af henni og endast að opna fyrir samverðin sína. Og Marta á hálum ís þarna en er það sterk, hún hægir að halda Jóhannu réttu með við sig. Við hefum mist Jóhannu fram með sér þarna og fengið brottvísunna en Marta grjóthörð og missa boltan hérna. Ásdís keyrir upp, finnur Mörtu, Marta setur boltan áfram á Sólveigu og við stillum einfallega upp í hefðbundi sókn. 2,5 eftir af fyrri hálfleik. Sunna Guðrún Pétursdóttir mætt í markið hjá okkur. Kemur skot frá Sólveigu Láru en Margrét Ír einfallega mætt. Já, Margrét er búin að eiga fínan leik. Búin að taka nokkra góða bolta. Sunna Guðrún átti frábæran leik eins og var hérna fyrir Káa Þór gegn Fram í síðasta leik. Þá var Mattea viðstæðari. Og
hérna tækifærið. Og Marta fær brottvísun núna. Þetta sé svona hálf uppsafnað. Þessi var tæp á þann. Og ég held að þetta sé eiginlega bara svona hálfur pluss hálfur saman sem ein brottvísun. Það var ekkert sérstæðlega gróft hjá henni. En fyrsta brottvísun hjá Mörtu í kvöld. Í dag. Og KA Þór manni færri núna út fyrir hálfleikinn. Finna hornið, þetta fínt spilað, og stöngin inn. Og Karen Kristinsdóttir jafnar í 12-12. KA Þór gerði virkilega vel manni fleiri í stöðunni 8-5 fyrir HK. Og HK náði að nýta sér liðspunni jafnvel. KA Þór hins vegar leikur öðru sér leik. Við spilum með aukamann í sókninni. Markið aukt hjá okkur. Skiptingin frá Kristínu. Hún kemur aftur í. Stillum við þetta aftur upp. Það mikilvægt að ná marki núna. Sólveig Lára. Ekki vakandi fyrir að Kristín þarf alltaf að vera farin hérna. Þess að ná skiptingunni. Þessi bolti því í einskismanns landi 20 sekúndur eftir að þessum fyrri hálfleik. HK getur náð yfirhöndinni. Smá sveiflur í þessu. Þetta vítakast. Annað þeirri glindi sér aðeins og þá var Aldís í erfiðri stöðu þarna. Þetta heldur bara réttur dómur, frábær hreyfing hjá Tinnu. Þannig að vera að miklu klafsi. Tinna sækir þetta viti á punktinum hún Jóhanna Margrét og hún skorar af öryggi og HK leiðir 12-13 í hlénu. Já, galopinn leikur en búið að vera svolítið sveiflur í þessu en það alveg ljóst að við munum fá sömu spennu í seinni hálfleik en það sterkt hjá gesturum að leiða í hlénu. Jóhanna Margrét Sigurðardóttir. Hún skorar 2 mörk af vítamótunum. Hún gera það mjög vel. Við skulum kíkja örstutt á tölfræðina. Sjáum hérna hjá KA Þór. Marta Hermannsdóttir með 4 mörk úr 5 skotum og 1 brottvísun. Þið sé ekki öll 4 úr vítum, minnið það. Rakel Serra með 2 ásamt Huldu og Rödd. Svo voru þær Aldís og Sólveig Lára með 1 mark hvor. Og í markinu þar Matt Hermanns með 5 varinskot og Sunna Guðrún ekki búin að ná að klukka bolta en hún var svo nýlega komin inn á. Sjáum hjá gestinum, þar Jóhanna Margrét og Valgerður Ýr markahæstar með 3 mörk. Jóhanna þar á 2 á vítamótinum. Berglind Þorsteinsdóttir og Tinna Sól báðar með 2 mörk. Svo er það Þóra Karen og Elna allar með 1 mark. Og markinu Margrét komið með 6 varða bolta, þarf 1 vítakast. Já, kíkjum svo á tölfræði liða. Já, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta orðið góður en hér smá hálfleiksatriði. Það já, hann verður að sýna takta sína að halda lofti. Þetta ekkert voðalega flókið hjá honum. Þetta frábær. Já, kíkjum á tölfræðina meðan Elli leikur listið sínar. 12-13 fyrir gestina í hléinu. Skotendingin 60% hjá KA Þór gegn 68.
Vítanýtingin 4-5 hjá KA Þór gegn 2-2 og já, lengsta markaruna 4 mörk hjá KA Þór. Í aðeins, við sjá hvort hann hitti ekki örugglega í markið. Hann hittir ekki, hann hittir í stöngina. Já. Já, hann fær aðra tilraun. Elvar Árni, knattspyrnumaður í KA, að fara að gifta sig og þetta skemmtilega leikurlisti síðan hérna í hálfleiknum og Valesi inni, ég er ekki alveg viss að hann fær það gefið. Þessi eitt í viðbót. Það er síðasta skjóti. Svo klárum við tölfræðina. Þetta var frábært. Klárar þetta frábærlega. Herru, já, skulum við klára tölfræðina. Já, eins og markvarslan 5 hjá KA Þór gegn 6 skotum hjá HK. En já, þetta er búið að smá sveiflukent en jafnt á löngum köflum. Þetta sjáum við það er bara jafnt í næstu 15 mínútur af þessum 30 mínútur sem búnar eru. Kíkjum svo örstutt á tímalínuna, komum svo að vörmu spori í síðara hálfleikinn. Sjáumst þá!
Já, þá erum við að klára í seinni hálfleikinn. Gestirnir leiða 12-13 í hliðinu. Gerðu síðustu 2 mörkin í fyrri hálfleik. Og hér eru manni fleiri fyrstu 15 sekúndurnar hér í seinni hálfleik. Það er spurning hvort að ná að nýta sér liðsmunnin. Keyra kerfið strax í gang. Það er hann enda mjög rólega stað. Mér sýnst alltaf bara að spila sinn hefðbundna leik. Það kemur Marta á strauginu. Fín yfirsending en Anna Þyrí alveg með þetta. Þarna var yfirtalan meira á vængnum. Kannski ekki alveg nægilega vel gert hjá Jóhann að setja boltann bara áfram á skiptuna og það er vantanlega við horn í döðafæri. Fín vörn hjá Önnu Þyrí. Jæja. Lítið að vera. Höndin er uppi. Ná að halda honum hérna. Og hundan er brotið á Jóhannu en sendingin verður vant að vera búin að stilla hann bara upp fyrir Jóhannu. Já, Jóhanna upp með skotið og að steinliggur hörku skot hjá henni. Og Háka á leiðir hérna 14-12. Sunna náði ekki að stoppa þetta og hérna missum við boltan. Keyri bakið á okkur og Unnur með frábæra varnarleik hérna. Laus bolti bara, ekkert dæmt. Já, Unnur Ómarsdóttir gerði þetta vel, brunaði baka, truflaði og við unnum boltan í kjölfarið. En þurfum að gera betur. Rakel Sara mætti aftur í hægra hornið og binda vel þetta við löppin á henni. Þannig að hún að vera á fullu gasi út leikinn. Algjör leikinn í okkar liði. Rut, já, skorar hérna og æjæj, hún hefur greinilega danglað aðeins í Berglindi meðan hún skaut. Rut fyrir hana strax afsökunar og Berglind heldur leika áfram. Kemur aðeins út af en finnst hún verið í lagi með hana sem er gott. En Rut fljóta átta sig þarna og koma yngri út á mótinni og það má ekki gegn eins frábæru leikmann og Rut er og hún minkar til 1 mark. Enda tveggja brottisun á Aldísi Ástu. Hún Jóhanna skall með bakið í gólfið. Og þetta var meira óvilja verk heldur en endilega einhver brottvísun. En Aldís fær brottvísunina. Nei, það er Hulda Bryndís. Það er Hulda Bryndís sem fær brottvísunina. En já, þetta leit mjög illa út þegar maður sá að Jóhannu skella með baki í gólfið en mér fannst brotið sjálfturinn ekki alvarlegt en hvaðan það áfram með leikinn hérna og Háka manni fleiri. Og reyna að finna opnunum að gera það inn í horninu og þetta er vel klárað. Hún Elna Ólöf er að skora hérna gott mark úr horninu. Gekk boltinn vel á milli. Elna kom með sitt annað mark. Nýtti sér það að vera manni fleiri. Það var bara einföld stimplun. Aldís, þetta fyrir Rut með þetta plás, setur hann á Mörtu, Martin á línuna og Anna Þyrí í gegn og við það að fá vítið þarna. Það fannst mér að vera inn í teg en aðja, hann
hann Ómar í betri aðstöðu en ég til að dæma út úr þessu. Þetta hann dómarinn hérna í dag, ásamt Jóni Karli. Hann reynir bara aftur. Röð. Og svo hann að Unnur reynir að vippa, setur henni slána út, ekki hættan ekki alveg með henni. Það var eins og að góð hugsun. Það var ekkert endilega stærsta opnasta færi í heimi, en Unnur við það að finna leiðina fram hjá Margréti í markinu. Rauningur, ekki nokkuð spurning með það. Já, hætti hana við í miðri sóknar aðgerðinni, hún Þóra, og lenti bara á rauð sem beið. Og KFO með fullskipalið getur minnkað þetta í 1 mark. 13-15. HK búið að gera vel. Ég var manni fleiri. Halldór Harri búinn að vera tæpur bæði í fyrri hálfleik og núna í byrjun seinni. Hann er bara inn á vellinum. Var hérna góðfúslega ábendingu að halda sig út af. Kemur röð á Aldísi og þarna þekkjum við Aldísi Ástu Heimisdóttur. Smýr hann út í stöngina, þarna loksins. Hafði hún hættana með sér, búin að eiga skoti í stöng og slá. En þessi bolti var allan daginn inni. 14-15, mikilvægt. Sunna Guðrún áfram í markinu hjá okkur. En hún ná upp sama leik og hún gerði í síðustu umferð. Bolti endar í horninu og þarna var nú heppnið með gestunum. Það var að segja að það er flottur boltinn á línuna, en hann endaði hjá Alexandru í horninu og Alexandra skoraði. Á Hulda á Aldísi og Unnur úr horninu og setur hann undir Margréti. Þetta gerir hún vel. Já, fín stimplun hérna og Unnur klárar vel. Einsmarsmunur á ný. Og hérna vinnur Hulda boltann og róar þetta bara. Marta opna fyrir Unnur, þetta er alveg vítakast eða hún bara klárar þetta sjálf. Því litlu sem engu jafnvægi í horninu þarna, en Unnur Ómarsdóttir jafnvægi metin í 16-16. Ójá. Landsliðskonan Unnur mætt aftur í landsliði eftir smá fjarveru og á það heldur betur skilið, búið að byrja tímabilið mjög vel hjá KFO, komin loksins aftur heim og uppalinn hér fyrir norðan og slakur bolti hérna frá henni Þóru og KFO keyrir í baki á þeim. Hulda brendir sig í gegn og frábær markvarsla hjá Margréti. Hulda komin alveg í gegn þarna, en frábær varsla hjá Margréti, en KFO heldur boltanum. Mattea Lónats komin í markið hjá KFO á ný, en þetta var alveg bolti hjá Margréti. Sú er búin að eiga flottan leik. Þetta er búin að alveg bolta sem þau hefur búin að taka. Kemur Rödd, fín hreyfing, setur hann á Huldu. Hulda, kemur rykkingi frá Unni sem er búin að leysa. Já, hvað endar þetta? Aðeins að stilla upp núna. Rödd, svo með þetta gulla skoti. Steinliggur, kemur KFO yfir í 17-16. Já, Rödd að taka meira skari núna. Og hérna Rakel dæmt brotleg, þannig að þetta var ekki stólið bolti, en 3 mörk í röð núna hjá KFO. Núna gera svipaður gerðu og miðbygg fyrir áleiksins, loka vörninni og keyra á gestina. 17-16, fljótt að breytast.
Kemur þetta skot, Marta brýtur af sér, þetta hárrétt. Já, Jóhanna Margrét hörku skytta og það eru kannski eðlilega leita svolítið að henni. Það var ganga út í hana, en höndi kominu. 17, 16, náðar að jafna vetin hérna. Új, þessi hreyfing! Vá! Valgerður Ýr kemur með skotfintuna upp á 10 og hún gjörsamlega fintaði allir úr skónum, labbaði gegn og skoraði 17-17. Fjórða markið hjá Valgerði. Já, þetta var vel gert. Algjörlega yfirveguð þarna, höndin uppi. Leysing frá Unni Ómarsdóttur. Yfir á Aldísi og Aldís. Þetta er tveggjarnar Brottvísun, ekki nokkuð spurning saman báðum megin og vonandi er í lagi með Aldísi. Það bara mátti ekki ýta á það eftir leikmann er komin upp í loftið. Sýnist Aldís að fengi eitthvað lenta eins og hendina þarna en heldur áfram en tveggjarnar Brottvísun á Alexandru Líf. Hennar önnur Brottvísun í leiknum. Nýttum það vel að vera manni fyrir áleik og hérna labba Rut í gegn og það er vítakastið ekki nokkur spurning. Rut liggur hérna eftir. Ég skal bara reyna að satast á kröftum hérna, mæðir mikið á henni. Brosir svo út að eyrum. Æjá. Þá mætir í markið hún Ingibjörg Gróa. Hún á að sjá við henni Mörtu. Marta klikkaði fyrsta vitinu, síðan búin skora 4 í röð núna, kemur að 5. Ekki nokkur spurning. Marta Hermannsdóttir kemur KFór í 18-17. HK manni færri. Og Halldór Harri heldur áfram að spila einfallega manni færri. Setur ekki aukamannsóttina, heldur einfallega Margréti í markinu. Ég ber einfallega virðingu fyrir því. Ég held að flestir handboltaámenn séu búin að fá svolítið leið á þessum aukamannsóttinni. En hvaðan það? Kemur tapaði bolti hérna hjá Valgerði og hún fær fríkast. Þetta heldur bara runningu þá, já. Ok, það voru fljótar að klúðra þessum auka sens sem við fengum þarna. Hanskins var einfallega bara að tapa bolti á Valgerði en þetta sjáði Rakel Söru Elvarsdóttur og alltaf á leiðinni frá markinu þarna. Þannig að vel gert að klára þetta. Flott sending frá Huldu Bryndísi. Þessi hornafærið þarna var alltaf að vera þrengra hjá henni þegar hún þá ekki að hoppa út í teginn. Og frábært gert hjá hann að klára þetta og tveggja marka munur. Aftur eru við eiga frábæran kafla manni fleiri. Gríðarlega mikilvægt að nýta sér það vel. Það eru við að gera. Styttir sendar í mannin hjá HK núna. Fít varnarleiki, það er bara svolítið bras á gestunum núna. Fáðan að fullskipalið. Rakel sér að vinna boltan. Er með Huldu. Og hvað? Held ég að Rakel hafi ekki alveg átt að segja á því að hún var með nokkrar samverðar með sér. En við fáum fríkastu endanum. Og við reynum aðeins að róa okkur og hérna. Kemur Rut inn á línuna, gengur ekki, tapabolti og HK reynir að minnka muninn aftur í 1 mark. Þetta ætlar að verða áfram bara stál í stál allan tíman.
Mest munaði 3 mörkum á liðinu þegar HK leiddi 8-5, HK 4 mörk í röð á KA Þór. Núna er það okkar lið sem leiðir með 2. Og þetta er vítakast. Já, svo vel gert hjá Þóru en hvort hafi verið komin í þannig færð að ég er að víti. Veit ekki með, en Jóhanna Margrét, hún skorar af punktinum, ótrúlega örugg af punktinum. Og Andri Snær, þjálfari KA Þórs, lætur aðeins í sig heyra. Ég skil það bara vel. En eins marksmunur, seinni hálfleikur að verða hálfnaður. Fín vörn hann hjá henni Alexandru og Hulda inn í hornið og Unnur. Já, ég hefði haldið þetta var vítakast, það var hann að farið klálega í Unni. En Jón Karl Björnsson, nú fyrir hornamaður, sér ekkert aðtöða þetta. 16 mínútur eftir. HK getur jafnað netin. Þetta heldur áfram að sveiflast aðeins. Og þetta er frábær sending þarna frá henni Valgerði Ýr niður í hornið. Og jafnað netin hún Alexandra 19-19. Þetta á Aldísi, Aldís tilbaka og inn í hornið á Unni, Unnur í gegn og skorar. Þetta er virkilega vel gert. Létt stefnubreyting hjá Aldís Ástu tilbaka og við erum svo yfirsýn að sjá Unni þarna í hótinu og Unnur klárar með glæsibrag. 20-19. Nú fer hvert smáatriði að skipta heldur betur máli. Og kemur Mattea Lónats með varri bolta. Sér hérna við Jóhannu Margréti. Og kemur Rut á Huldu. Hulda keyrir á þetta á Aldísi og Aldís er komin öfugum megin til að stoppa og stilla aftur upp. Leysing frá Unni. Ja, dregur Hulda sig hansi ytterlega hérna, við höfum að teygja á þeim. Og Aldís reynir sendinguna á Önnu fyrir, en brotið á Önnu. Höndin uppi, þetta er ekki búið að vera nægilega markvisst hjá okkur. Kemur þetta skot frá Aldísi og Margrét ver frá henni. Hvar endar þetta? Sjálfsögðu endar þetta bara í hrömmunum og Önnu fyrir. Og það eru eitthvað fastar saman hérna, hún, Anna og Sara Katrín. Æja. Hvað gera gestirnir hér? Sara hægir ekki þessu bolta. Og þetta er að byrja stimpurinn upp á ný. Og þetta er einfallega mark, já. Valgerður Ýr bara keyrir hérna á smá bil hérna milli 1 og 2 og skorar af harfylgi. Ekkert að þessu 20-20. Og þá mætir Sólveig Lára Kristjánsdóttir aftur í vinstri skyttuna hjá okkur. Kom með eina neglu hérna í þeirri áleitnum. Kemur Sola, klippur þetta með Rut inn á miðjuna, reynir að finna línuna, gengur ekki, við eigum þetta innkast. Anna fyrir í gríðarlega strangri gestu á þarna línunni. Kemur
Huldar inn í stundisvindinu og þetta er það tveggjandi Brottvísun. Hvað er Elna að gera? Slepp ekki. Sýnist reyndar að fengi smá tognun í leiðinni. Kannski ennþá meiri ástæða til þess að sleppa þegar þú lendir í að togna svona. En hún var alveg búin að missa Huldu þarna og getur lítið sagt við þessari Brottvísun. Þetta höfum við líka séð nokkur sinnum. Þannig að Hulda bókstaflega snýr á andstæðinginn. Og nú er spurning hvort við náum að halda áfram að nýta okkur yfir töluna. Marta Hermannsdóttir á punktinn. Hún skora 5 vítum í röð. Hvað gerir hún gegn Margréti? Hún skorar að sjálfsögðu Marta Hermannsdóttir. Þessi klikkað á fyrsta vítinu í leiknum. Hún skorar hann á 6 í röð í kjölfarið. Og K.A. Þór leiðir áfram. 21-20 núna. Halldór Harri, hann er bara einfaldlega heldur tryggður það að spila ekki mjög manna. Þetta gerði það frábælega. Kemur á hárréttum tímamóti. Þessi bolti hérna á Valgerði sem kom á strauginu og Valgerður er að skora. Jafnari 21-21. Þetta er fyrsta markið sem HK skorar manni færri. Sólveig Lára með plássið, losar hann á röðnir í hornið á Rækjarsfjörð. Bolti gengur ekki. Frábær vörn hann hjá Söru. Sjara stelur boltanum. Og HK er að ná að éta hérna upp tíman, Brottvísunar tíman. Og hvar endar þetta? Laus bolti sem við fáum. Það vilja tveggjandi Brottvísun stelpurnar en bara áfram með smjörið. En þetta er heldur betur. Heldur betur jafnt og spennandi. 11 mínútur eftir. Sólveig Lára áfram á röðnir í hornið. Rakel Sara í gegn og Rakel Sara klárar þetta frábærlega. Þetta er risastórt mark. Mikilvægt að ná að halda í frumkvæðið. Og þetta kemur í það mund sem HK fær fullskipað lið. Og það er heldur betur kviknað hérna stemningin í húsinu. Fín hreyfing hérna á Söru. Snýr hérna á Mörtu en fær endan aukastið skotið í slána. Og þetta lítur að þarna því haldið að hún væri búið með skrefin ára hún kemst á milli þarna en já, hún færi vítakastið. Hendanum bara frábær hreyfing hérna hjá henni Valgerði Ýr. Og á vítapunktinum er hún Jóhanna Margrét en Mattea Lánats sér við henni og þetta er risastórt. Risavarsla hjá Mattea Lánats. Jóhanna búin að vera mjög örugg á vítapunktinum en Mattea sér við henni. Sér nú fer hvert smáa til að telja heldur betur. Sólveig Lára, já, kemur einhvern á mótinu og hún þrjumar sér nettið. 2 marka munur. Og nú er HK að reyna að keyra aðeins upp tempóið aftur. Þær eru bara í vandræðum með varnarleikinn hjá okkur. Að finna línuna gengur ekki. Já, þetta er rétt. Brotið þarna á Elnu á línunni. Og svo nú er bara að halda áfram. Það brotið þarna á henni Valgerði. Það er að fara svolítið fyrir þessu núna.
Há rífur Jóhanna sér lausa og skorar leið og ég fer að segja að Valgeir sé svolítið að stýra þessu núna, þá minnir Jóhanna aftur á sig, búin að eiga fínan leik. Hún er hérna bætið fyrir vítaklúðrið áðan. Solveig á Rut. Hún að finna Ásdísi, gerir það. Ásdís Guðmundsdóttir skorar á línunni. Já. Það er búin að loka virkilega vel á línuna í kvöld. Leikmenn HK. En Rut fann þarna leiðina. Og Ásdís kláraði í kjölfarið. Vel gert, 24-22. Já, fínt varnarleikur, nátt á hornið, gengur ekki eins og það og það halda stimpurinn áfram. Keyrir hérna á þetta hún Sara og það er vítakastið. Já. Þetta er bara línan í dag. Og Jóhanna Margrét áfram á punktinum. Og hún skorar núna. Já. 24-23, Jóhanna með flottan leik, kom með 7 mörk. Og einmitt 7 mínútur eftir núna. KA Þór með heimsmarksforystu. Þetta er búið að vera magnaður leikur og verður það áfram. Kemur Rut. Tvígrip á hana, þetta er rétt. Sjálfsem mistök hjá Rut og HK getur jafnað metin. Já, fín stemning í húsinu en við þurfum að gera aðeins meira. Það þarf að klára hérna leik, við þurfum að sækja bæði stígin hérna í toppbaráttunni. Jóhanna keyrir á þetta er einfallega vítakast. Sá að hérna voru stelpurnar ekki alveg á tærnar og sækir vítið. Þetta vel gert hjá henni og hún Sara Katrín á punktinum skoraði. Jafnar hérna metin í 24-24. Loka kaflinn framundan. Spurning hvort að Andri Snær taki leiklið núna til þess að eiga eitt leiklið inni á loka mínúndunum. Þetta hann býði bara. Það ekki bara eitt leiklið þá. Eitthvað að hugsa þetta. Unnur. Reynir hérna að koma sem milli 1-2. Hún gætlega gert hjá henni en hann á að stoppa hann á 11. stundu. En Nissum Andri vera hættur við að taka leiklið núna. Rut. Á hérna Sólveig Láru. Sólveig Láru frá aukastið. Það kannski örlítið meiri eljusimi hérna til að sækja vítakastið eins og Sara er búin að gera hinum megin. Andri tekur leiklið. Já, eins seint og gat verið til þess að eiga eitt leikli á lokakaflanum líka. Og ég held að sé bara hárrétt hjá honum að aðeins fara yfir stöðuna. HK er núna með 2 mörk í röð og ég er búin að vera á smá brasi. En það er sem sé 5 mínútur og 3 sekúndur eftir af þessu. Það verður að taka leiklið nr. 2 fyrir 50. mínútu eftir að fá 3. leiklið. En hérna sjáum við síðustu mörk leiksins. Sólveig Lára kemur okkur í 23-21. Þá er Jóhanna Margrét minkaði þetta í 23-22 með marki úr vítakasti ef maður rétt. Svo Ásdís komst aftur 2 mörk en svo núna 2 mörk í röð hjá gestunum. Og við erum í jafninni stöðu hérna fyrir síðustu 5 mínúturnar. Og bæði lið eiga inn í leikli. Sjáum við það markastu menn örstuðt áður en við byrjum þetta ný. Marta markastu hjá KA Þór með 6 mörk. Jóhanna Margrét með 7 hjá gestunum. En jæja.
það nóg eftir hérna. Þetta verður æsi spennandi. Hvað hefur Andri Snær komið með hérna? Þurfi mark. Höndin komin upp. Hulda keyrir á þetta með smá pláss. Ekkert dæmt. Þetta skotið framhjá. Og Sara sleppur með þetta. Fær aukastið. Og hann svo missaði boltan í kjölfærið. Jæja, þessum þessum auka séns þarna. Og K.A. Þór fær aftur möguleikan á að ná endurrétta forystuna. Kemur leysing frá Unni úr horninu. Sólveig Lára upp, blokkuð og nær framkastinu og skorar í kjölfarið Heppni með henni. En það þarf að skapa sér Heppnina sjálf. Og Sólveig Lára Kristjánsdóttir með risastórt mark. Kemur K.A. Þór 25-24, frábær hávarn hjá gestunum. En Sólveig Lára fljóta átta sig og Solla kemur okkur aftur marki yfir. Heldur betur líf í K.A.-milinu. Og Valgeir Ýr prjónar í gegn og skorar, jafna netin aftur. Hún að heldur betur að stígu upp. Það kemur enn og aftur leysingi frá Unni. Kemur Rut, hún verður með pláss. Það ekki alveg valda bolta, þannig að þurfum að byrja upp á nýtt. Kemur Hulda. Á Rut á Rakel. Hvað gerist þarna línunni? Hulda með plássið og þetta var hægt vítakastið. Þarna fór allt í kerfi hjá gestunum þegar það var einhver mikill hasar á línunni, enduðu 2 í gólfinu. Og Hulda Bryndís keyrir á þetta, sækir vítakastið. Og Marta Hermannsdóttir á punktinum. Hvað gerir hún? Nei, hún ver frá henni, Margrét Ýr. Hún beið aftur á línu, það sumir sem vilja meina að það virki ekki, en það virkaði þarna heldur betur. Og núna rétt rúmar 2 mínútur til leiksloka, 25-25. Nú fyrir að standa vörðina, kemur skot frá Jóhannu, vá, gjörsamlega upp í skeytin, frábær skot hjá henni. Þau voru fljótar að svara. Hulda í gegn og boltinn í slána og út og frákastið gestanna. Ekki stöngin, þetta sláinn út hjá okkur núna og HK getur svo gott sem gengið frá þessu leik með marki núna. Við spilum áfram á okkar varnarleik. Líf frá línu. Hver tekur af skarið. Já, alltaf skrif, þetta hárréttur dómur. Á Jóhönnu Margréti þarna, bjóst við að losa boltan þarna en gata það svo ekki og þá tókum ofmörg skrif. Aldís, boltan áfram á Huldu, Hulda keyrir hérna milli, þetta vantilega vítakastið, frábærlega eftir Huldu. Og nú það Rut Jónsdóttir sem fer á punktinn. Jæja, Rut getur jafnað metin, Halldór Harri á svona leikliði eftir, tekur vantilega ekki alveg strax því hann vill vantilega reyna eigin fyrir tíma og getur. Rut á punktinum, hún skorar, jafnar í 26-26. Loka mínútan í gangi, 40 sekúndur eftir á þessu leik. Halldór Harri á leikliðið inni, hvað fyrir að teka hann leikliðið? Þetta vantilega, tekur leikliðið. Núna það eru 27 sekúndur eftir af þessum leik. HK með boltan,
staðan jöfn, 26-26. Nú spurning hvort það nái að vera yfirvegar og skjóta á síðasta séns, þannig að KA Þór eigi aldrei möguleika á að svara fyrir sig. Jæja, þetta búið að vera ótrúlegu leikur og kannski skrifa skýnd endur með jafntefli, en gestirnir eru með tækifæri sín megin. Þær geta klárað þetta og þannig farið með bæði stigin hér úr KA-milinu. Það ekki oft sem við upplifum það að KA Þór tapa heimavelli. En það ætti ekkert að gera það, stelpurnar. Jæja, þá erum við klári í slaginn. Hvað gera gestirnir hér? Frábær stemning í húsinu, algjörlega fyrirmyndar, hver tekur að skarið. Jóhanna keyrir á þetta, brotið á henni, bara uppkast. Tíminn að renna út, við þurfum bara að standa vörnina, sækja stigið. Allt og hár boltið þarna, og Andri tekur leikli. Andri tók leikli, það voru svona 4 sekundur eftir og það einfaldlega klikkar. Þú voru ekki klárar á rittaraborðinu. Þetta eiga að vera 4 sekundur sem er eftir. Klukkan segir 29:59. Þá var 29:56. Bíddu nú við, hvað gera þeir hér? Ef allt er eðlilegt, Halldór Harri vill meina það að Andri eigi ekki leikliða því að hann spjaldið datt af borðinu á gólfi, en það á ekki að skipta neinu máli. Hann setur spjaldið á borðið. Og hvað nú? Fyrir að fyrsta ef að leikliði stendur sem það ætti þetta að gera, þá ætti KA Þór að eiga 4 sekúndur, ekki 1 sekúndu. En hvar endar þetta? Nú þeir að taka ákvörðun, Jón Karl og Ómar Örn. Halldór Harri reynir bara að setja sér búið. Andri tók vissulega leikli. Ég segi, Andri var ekki mynd hjá okkur þegar hann tekur leiklið, en hvað? Hver er niðurstaðan? Fengur sem sé ekkert leiklið út úr þessu, leiklistíminn er búinn. Ef allt væri eðlilegt þá ætti að vera 4 sekúndur eftir, en klukkan segir 29:59. Nú veit ég alveg að lítið á þið, góður áhorfendur. Aldís Ásta með boltan. Ok, það var sem sé ekki þessar 4 sekúndur sem áttu að vera eftir. Þannig að Aldís það bara að skjóta yfir allan völlinn. Ansi borin vonum við fáum eitthvað út úr þessu. Jæja, Aldís Ásta fáum við kraftaverk hérna. En nei. Þetta er búið. Niðurstaðan 26-26 jafntefli. Skrítin endir á þessum leik. En það er bara eins og það er. Liðin gera hérna endan á jafntefli og ég held að það sé í rauninni svona þegar heildinleiti bara sanngjörn niðurstaða. Nýfjarf leikur nær allan tíman og já, ég veit bara nær allan tíman, bara allan tíman. Liðin skiptist á að leiða og þetta var bara, já, heldur endan bara sanngjarnt.
En sjáum hérna markaskoruna Marta Hermansdóttir með 6 mörk hjá KA Þór. Öllum vítum. Rut með 5 af 5. Rakel Sara einnig með 100% nýtingu 4 af 4. Sólar 3 og ásamt Unni Ómarsdóttir. Aldís Ásta og Hulda Bryndís með 2 mörk og Ásdís Guðmundsdóttir með 1 mark. Mattea með 7 varin skot. Sjáum svo hjá gestunum. Þar Jóhanna Margrét markaðist með 8 mörk. Það af hvað? 3 úr vítum ef maður rétt. Valgerður Ýr með 7 mörk. Berglind með 2, Tinna Sól 2, Alexandra Líf og Elna Ólöf einnig. Þóra María, Karin Kristins og Sara Katrín allar með 1 mark líka. Og í markinu varði Margrét Ýr Björnsdóttir 10 skot. Sjáum svo tölfræði liða. 26-26 jafntefli niðurstaðan. Skotnýtingin öllu betri hjá HK-liðinu. Þeir voru eins og með fleiri tapaða bolta. Já, 2 víti fóru forgjörum hjá KA Þór hér í dag. 1 hjá gestunum. Fjölmörg víti í þessum leik. Það voru þetta sumi dómandi sem ég var kannski ekki alveg sammála, en þetta var bara línan í dag. Lengsta markurinn og 4 hjá KA Þór, 3 hjá gestunum. Bæði í fyrri hálfleik. Og mest var munurinn 3 mörk á liðinum í stöðunni 5-8 fyrir HK. En annars sjáum við að tímið í fórustu 19 mínútur hjá KA Þór gegn rétthæfum 18 á HK. Þannig að þetta stórkostlega jafn leikur og þar á milli var alltaf leikur jafn. 12 tapaboltar KA Þór gegn 18 fullmargir tapaða boltar og markastan 7 gegn 10. Refsimyndur 4 gegn 6. Sjáum svo hérna KA Þór skora 2 mörk hraðleifum gegn 1. Manni fleiri skora KA Þór 6 mörk gegn 3. Liðin nýttu sig vel að vera manni fleiri. HK náði svo 1 marki manni færri. Já, kíkjum svo örstutt á tímalínuna góðu, áður sem þetta gott. Sjáum við hérna 12-13 fyrir HK í hléinu. Þær byrjuðu setjanleikin örlítið betur, voru að leiða með 1-2 mörkum. Uns KA Þór tók svo yfirhundina og virtist vera myndi hendi sér. En HK-lið öflugt endanum og var svona í ágæði séns á að taka bæði stigin, en endanum sér bara sanngjarnt að liðin skipti með sér stigunum. 1 stig á hvort lið. En já, við förum að setja gott hér í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég og lýsti þessu fyrir ykkur. Mér til aðstoðar var Stefán Jóhansson. Já, við sjáum það bara hér. Gaman að þessu. En já, við hérna höldum það áfram að sýna vel frá starfunni á KA TV og biðjum ykkur endilega að halda áfram að fylgjast vel með. En já, takk fyrir áriðin í dag. Bless, bless!